We gotta make them feel they're here in our house. Sometimes they're running all over the floor and shooting threes. They don't feel like they're playing in our gym. They say, "Oh, don't finna fyrir þessu komnir hingast." Blessaður. You're on camera. Og þú líka? Já. Gamla Njarðvíkur handklæði, maður sjá það. Þetta er eitthvað. Þetta fylgir einhverju hjátrú, skilur þið. Maður sjá, svo stendur Sparisjóðurinn í Keflavík. Nei, hann sést nú ekki. Setur sér næst. Það er allir svona. Ég er aldrei stressað. Nei, ekki? Það er bara til, sko. Það er löngu búið, maður. Það er maður bara úlingur. Það er maður smá stressaður. En svona leikur, þú veist? Jú, þetta er svona fiðringur í magan bara, þú veist. Ekkert, aldrei stress, bara svona tilhlökkun og spenna, sko. Og allir, maður veit að allir í bæjarfélaginu eru að hugsa um hennar leik og allir að koma upp í hús. Það er svona sérstök tilfinning. Þetta er aðeins öðruvísi heldur en að spila bara við annað félag. Það er ekki allir að hugsa um þetta og það verður allir að tala um þetta á morgun og mánudaginn. Þannig að það er svona aðeins öðruvísi pressa kannski. Góð pressa. Hvernig fyrir leikurinn? Ég tippa leikinn svona Keflavík vinnur 85 og Njarðvík svona 80. Spennandi? Já, mjög spennandi. Ég held að þetta væri nailbiter. Ég ætla að spá byrjum bara framlengingu. Það er fyrsta óvita vetrarins. Já, við vinnum þetta 91-88 eftir brjálaða framlengingu. Við Keflavík förum all in í þetta. All in. Keflavík var rúst þessu. 98-88. Hvað segirðu, hvernig leggst þessi leikur í? Þessi leikur leggst hrikalega vel í mig. El Clasico í fyrstu umferð. Ég hef ekki séð það í langan tíma og ég held að þetta verður hrikalega gott sjónvarpsefni. Hvernig fyrir leikurinn? Ég held að auðvitað mínir menn vinna og ég held að þeir taki þetta með svona 10-15 stigum. Nokkuð öruggt bara? Nokkuð öruggt. Hvernig verður tímabilið hjá Njarðvík? Tímabilið á Njarðvík verður flott held ég, en það eru mörg góð lið í þessari deild og ég held að Njarðvík þetta standa sig bara virkilega vel. Titill? Titill, já, ég held að það verði titill og ég held að það verði jafnvel Íslandsmeistaratitil en ég sætti mig samt bara við bikarmeistaratitil. Alveg sáttu við það bara? Alveg sáttu við það. Hvað segir, hvernig tilfinning er það að vera með hérna strák í sikura liðinu? Bara frábær. Ég get aldrei tapað. Ég vinn alveg sama hvernig leikurum er. Hvernig undirbyrðu þig andlega fyrir svona leik? Herðu, þetta er búið að vera andlegur undirbúningur í áratugi frá því ég byrjaði að spila. Þannig að ég er bara vel undirbúinn. Þetta er svolítið skrítinn stað. Þú lítur að fá að heyra alls konar pillur og svona í kaffiskúrunum og svona hvað sem þú kemur bara í bæjarfélaginu. Já, það er alveg, maður verður bara að taka því og hafa gaman af þessu. Það er bara númer 1, 2 og 3 að hafa gaman af þessu. Það er það sem getur máli. Og svona, með hvorum heldurðu? Með hvorum liðinu heldurðu eða hvernig er það? Þú sér það, hjartað er hérna vinstra megin og Keflavík er hérna hægra megin. Og var það erfitt að setja þennan helming á? Nei, þetta var bara planað svona. Svona á þetta að vera. Og hvernig er eftir leik? Hringur í báða strákana og huggar annan og hambar hinum? Ég tala við þann sem vinnur og svo daginn eftir við þann sem tapar. Hambar aðeins að jafna sig? Já, það er bara svolítið. Great game to start the season. Great game to make a statement. If people would be saying like we need a motivation, no, never. But it's a great motivation to know that we haven't beat this club in more than 2,000 days in this gym. This is the day.
að fá. Það besta heist okkar að heill hálfleikur eftir og bara 6 undir. Nú getum við slöka, svo bætt okkur slöka, koma. We're not gonna look at them shooting threes in our face. Það allt og mörg. Málið bara, þú veist, það þýðir ekki að segja í einhver skipti ég var komin í klósett. Nei. Ég að fara í andlitið á hann. Ég að fara að taka möguleikann á þriggjar. Þetta verður ekkert ekki sagt að þetta. Nei, við hérna tvö frábær lið, þú veist, og þeir voru að hitta rosalega vel í fyrri hálfleik og skjóta í kringu 60% í þriggja. Og við vissum að við myndum hanga í þeim bara og spila okkar, þú veist, aga sóknarleik svolítið, láta þá spila vörn á okkur og halda okkur inn í leiknum með góðum varnarleik, þá myndu við eiga séns á að taka þetta í lokin og maður býður eftir svona momentum, þú veist, og tekur upp þegar þau koma. Finally, we can go out of a game here in Keflavík with a smile and enjoy the weekend. But again, enjoy it tonight, enjoy it tomorrow. Sunday morning when you wake up, your mind is on improvements, because we're going to go to Thor for a win. And not only a win, for a step up in our performance. All right?